Jæja Svenni, til hamingju með góðan sigur hérna í kvöld. Takk fyrir það. Þetta var hörkuleikur framan af en svo sigliði svona fram úr hérna svona í lok þriðja og fjórða. Hvað það svona sem skilur liðin að? Skilur liðin að? Já. Ég held að ég hef verið alveg heiðalur þá sko held ég bara mannskapurinn mín megin hafi verið betri í dag. Gæðilega og ég held að það var einhvern veginn bara þannig ára á stemningu við liðinu að það var enginn að fara að keyra í 5 tíma til að gera neitt annað en að vinna. Sko. Nei, nákvæmlega. Þú ert að færa það eru 3 menn hjá þér yfir 20 stig, þannig að það vantaði ekkert upp á sóknarleikinn, skorið 102 stig. Já, það er alveg hárið. Valdi og Shakir og Thomas áttu glimrandi í dag. Mér var svona eiginlega miklu skemmtilega að sjá Frank og Fonsa spila sig hverja 10 mínúturnar í dag ef ég voru að heiðalur. Ég elska að sjá svona gaura sem að fengi fá tækifæri spila. Já. Mér fannst þeir nýta það vel í dag. Einmitt. Þú svona gamall baráttu hundur í boltanum, finnst þér gaman að sjá svona leikmenn koma inn og taka á því? Já, sjálfsög. Ég held að það er að skoti samtals bara hátt upp í 10 skot og það er það sem ég báði að gera. Fór ekki öll lóni en þau skutu. Nákvæmlega, maður skorar ekkert nema að skjóta. En við tókum eftir því að Colin Pryor, hann var ekki með hérna í kvöld. Er hann middur? Nei, hann er ferskur. Hann er eignast barn. Konan hans var á fæðingardeildinni í gær. Og ég bara býð eftir fréttum frá honum núna eftir þetta viðtal. Hann hefur semst mikilvægari hnöppum að hneppa. Miklu. En við skulum ekki hafa þetta lengri í kvöld. Ég ætla bara að óska til hamingju með sigurinn og bara gangi ykkur vel í 8. úrslitum. Takk fyrir það, heiðursmaður.